Komið sæl og velkomin á Þjóðbraut hér á Hringbraut. Framundan ætlum við að tala umhverfismál og sitt hvað fleira. En Landsbjörg mun í sumar og haust setja upp 100 svonefnd björgvinsbelti. Björgunarlykkjur við ár, vötn og sjó til að auka öryggi þeirra sem eiga leið landið. Og verkið í samstarfi við Vegagerðina og Sjóvá. En nú komið svo tími að björgunarsveitirnar eru margsinnis kallaðar út vegna þess að ferðamenn að koma sér í klípu eða vegna kannski einhvers annars. En það eru margir á faraldsvæti þegar sumarið skellur á. Og við ætlum aðeins að fara svona yfir þetta. Jónas Guðmundsson sem sér slysavarnir ferðamanna sestir hér velkomin. Takk fyrir. Er þetta ekki annað tími? Þetta er annað tími. Annars þetta svolítið að þróast út í það að allt árið orðið annað tími, sko. Já. Þetta var nú hérna áður fyrir þegar ég byrjaði í björgunarsveit, ég ætla nú ekki að segja hvað það eru mörg ár síðan, þannig að maður kom ekki upp sig. En þetta var þannig að þá fekk maður eiginlega bara frí á sumrin. Þá hættu bara útköll voru mun færri þá, þau hættu bara svona einhvern tímann í maí, júní og maður var bara í sumarfríi. En í dag þetta orðið þannig að það valla líður svo dagur að það ekki útkall á einhverja björgunarsveit einhvers staðar á landinu. Manni finnst nú eiginlega hugmyndin bara fáránleg. Hvernig ætlið þið að fara í sumarfrí, landsbjargarmenn? Það einhvern veginn svo breytt allt þetta umhverfi og svo náttúrulega allir þessi ferðamannastraumur að hvað það sem að þá mæðir mest á? Sko, það sem mæðir nú mest á tengist kannski einna mest vegakerfinu. Við erum auðvitað að sjá það að fólk að fara á hálendi og leið og það opnar svona miðja júní og í byrjun júlí, ekstra á því tímabili og þar mæðir mikið á. Við erum reyndar með verkefni sem hálendisvakt björgunarsveita sem við erum með sjálfboðaliða upp á hálendinu í júlí og ágúst á 3 stöðum sem léttir mikið á þessum tilfellum. En við erum að sjá fyrst og fremst þetta tengist vegakerfinu en svo það náttúrulega bara þessi ferðamannafjöldi orðinn það mikill og innviðirnir kannski ekki allstaðar tilbúin til að taka á móti og þá verða slys og óhöpp. Það ekki stígar, það ekki leiðbeiningar, það kannski ekki nógu breiðar götur, ekki nógu margar götur, ekki nógu marg bílastæði og svo framvegis. Eru einhverjir staðir kannski svona sérstaklega sem að þið vilja verði komið í lag svona kannski sem fyrst svona í forgangsröðun? Það nú erfitt að taka einn út en svona við horfum auðvitað aðeins á hálendið, til dæmis merkingu og vöðum. Það myndum við vilja sjá og leiðbeininga þar yfir. Við erum nú svo sem að vinna ákveðna hluti þar með vegagerð en það vantar fjármagn. Og þessar stærri staði þar sem að við erum kannski að horfa á slys aftur og aftur eða útköll. Eins og hvað? Já, það þarf ekki að fara allir með sér Reykjadal á Hellisheiði. Þar sem nú útköll nokkrum sinnum á ári. Búið að gera heilmikið þar, en mætti kannski gera betur. Við getum séð Jökulsárlón, við getum horft til bara gönguleiða á nokkrum stöðum. Síðast í gær var útkall við Hafrafell, þegar fólk að labba þarna ákveðna gönguleið upp á Vatnajökul. Hvað gerðist? Já, við komum til örmagnaðist bara og ekkert að því. Fólk getur örmagnast, alveg besta fólk. En þetta margskonar og það þarf bara að klára þessa uppbyggingu ferðamannastaða og svæða. Já, merkingun og hvað hefði komið í veg fyrir að þessi maður örmagnaðist og... Það nú kannski erfitt að segja nákvæmlega vegna þess að það verða alltaf einhvers konar atvik sem þarf að sinna. Jú. En við getum komið í veg fyrir fullt af atvikum með því að merkja og leiðbeina og stýra og við höfum akkurat reynt að leggja inn í umræðuna með verkefninu okkar safetravel.is. Þannig sem við erum svona að leggjum áherslu að við erum að fræða ferðamanninn á jákvæðan hátt. Við erum ekki með boð og bönn, við erum að reyna að fræða, biðja hann að skilja eftir ferðaáætlun, leigja neyðarsendi og höfum sérhæft okkur svolítið í því að vera svona upplýsingaveita veður og færð og aðstæður og erum að styðja við upplýsingamiðstöðvar ferðaþjónustunnar og ferðaþjónustuna með þeim hætti. Hvernig náið þið til erlendu ferðamannana með safetravel.is? Sjá þeir þetta strax að þeir komið í leifstöð? Þeir sjá Hvernig náið þið til þeirra? Við erum inn í upplýsingakerfinu hjá Icelandair flugvélunum, við erum í nokkrum in-flight magasínum, við erum í ferðatímaritum, allir við þurfum ekki að greiða fyrir þessu auglýsingar. Fólk leggur þetta bara fram. Þetta svona samfélagslegt verkefni. Þetta bara svona almannavarna, þú veist. Og það koma margir að þessu. Við erum kannski ekki eigandinn að þessu eða orðað þannig. Það ferðaþjónustan ríki líka og svo framvegis og margir sem styðja við þetta og hinn á að nýta hverja krónu ansi vel telja. Við erum náttúrulega með mikið sjálfboðaliðum sem leggja verkefninu lið í hálendisvakt og annan máta. Þannig við nýtum þetta vel og svo sjá þeir vefinn. Það miklar heimsóknir hann, það tengingar á hann frá vefsíðum ferðaþjónustu fyrirtækjum allt og hinu opinbera og fleira. Og svo erum við líka með skjáupplýsingakerfi. Við erum búin að setja upp 65 sjónvörp
43 tóma stærri við hringveginn og bílaleigur þar sem við erum að kalla upplýsingar frá Vegagerð og Veðurstofu og okkur og fleirum. Og hvað sést á skjánum það? Það sést vefmyndavélar, það sést veðurspár og það sést ferðarkort og það sést hálendiskort og það kom allar aðvaranir þar inn, hvort sem það er stormur eða mikið í ám eða íshellar, ótryggir eða eitthvað svoleiðis. Já, það er orðið svo ótalmargt sem þarf að hugsa út í. Hérna varðandi erlendu ferðamenn og náttúrulega bara þess íslensku líka. En hafið einhverja mælingar á því hvað þið ná góðum árangri með þessum leiðbeiningum? Það er því miður þannig hérlendis að svona sjúkraskrá Íslands heldur utan öll slys en það er ekki flokka niður þar eftir ferðaþjónustu og ferðamennsku svona. Nei. En við náum að halda utan banaslys og við náum að halda utan okkar tilvik, semst útköll og svona. Og við teljum okkur verið að sjá vísbendingar, jafnvel sterkar vísbendingar síðustu árin að við séum að ná ákveðnum árangri. Já, og ítreka það bara því að okkur stundum tamt að bölva ferðamönnunum og allt svoleiðis að þetta samstarfsverkefni, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, við erum mikið með okkur í þessu, Ferðamálastofa, Íslandsstofa, Samtök ferðaþjónustunnar og fleiri fyrirtæki, fullt af fyrirtækjum, Sjóvá, sterkt inn í þessu, Vegagerðin og Vatnajökulsþjóðgarður. Og með þessari samvinnu og þessari áherslu sem hefur verið, þá teljum við okkur sjá vísbendingar að við séum að ná árangri. Já. En varðandi hálendisvaktina, þú talar sjálfboðaliða, er það bara fólk þarna allt sumarið í sjálfboðavinnu og hvað eru þetta margir? Já, þetta eru sem sagt 3 staðir sem við sendum hópa á, sem er Fjallabak 2 hópar, Sprengisandur 1 hópur og svo Dreki norðan Vatnajökuls 1 hópur. Og þetta eru 4 hópar hverju sinni og hver sveit er viku í senn. Og það er bara sjálfboðaliðarnir í sveitunum sem taka sitt sumarfrí í þetta að fara þarna upp yfir og vera til staðar og sinna því sem þarf að sinna og svo er svona rétt að hafa gaman og grill kvöldið og kannski tími til þess að skoða eitthvað náttúruna og læra á hana og njóta hennar. Þannig að þetta er svona hluta til félagslegt en fyrst og fremst er þetta bara viðbragð sem þarf að vera á svona stað. Er eitthvað núna í sumar sem að þið eru að leggja til eitthvað nýtt? Já, ég náttúrulega myndist á þetta Björgvinsbelti. Er það ekki kannski svona það helsta sem að þið eru að þá koma með núna? Já, það er kannski tvennt sem við erum að koma með í sumar. Það er annars vegar Björgvinsbeltið sem við erum búin að vera að vinna núna í hátt í ár þetta verkefni saman við Sjóvá og Vegagerðina og setið upp á sirka 100 stöðum sem að þetta er öryggismál, stórt öryggismál. Auðvelt að nota þetta og gott að hafa þetta ef einhver dettur í á eða vatni eða sjó. En svo erum við líka bara að bæta aðstöðun okkar á hálendinu. Það er þannig að svona smá óhöppum og slysum og jafnvel veikindum og ykkur alvarleira hefur fjölgað mikið. Þannig að við erum búin að vera að kaupa og erum að stanssetja 3 svona skrifstofugáma sem fara upp á hálendið þannig að við höfum góða aðstöðu til að sinna því fólki sem leita til okkar áður en að þyrla eða sjúkrabíll tekur við. Er þetta þá gámar sem eru færanlegir? Já. Já, og þannig þið bara ferðist með þá og þá er það lítið svona sjúkraskýli eða... Já, það er það þannig. Já, og þetta er það sem þið eru að koma með nýtt núna. Já. Akkurat. En þú komst með þetta Björgvinsbelti, hérna með þér. Já. Og við kannski vindum okkur hérna fram fyrir borðið og kíkjum að það og getur sýnt mig hvernig þetta virkar. Já, nýsta málið. Já, það er þetta Björgvinsbeltið, Rescue Belt, stendur hérna. Og þetta er, Jónas, það sem að þið ætlaði að setja á 100 staði. Hvernig, hvað er þetta? Þetta verður á svona staurum bara, með svona grænu, mjög sjálflýsandi og ábyrjandi skilti. Þannig að ef fólk eitthvað dettur í sjó eða vatn, þá bara litið í kringu sig og þá blasir þetta vonandi við. Það eru nú litla leiðbeiningar hérna á þessu, en það vallar þær þurfi. Þannig að maður bara rífur pokan af staurnum og hleypir niður í, segjum, fjöru. Já. Svo er þetta bara opnað og við bara tökum þetta upp. Rífur bara upp á pókanum? Rífur bara upp á pókanum. Svona. Og þá er þetta bara svona lykkja. Veitu, og ég er að þessu vegna þess að hvað kom fyrir? Einhver dettur út í. Einhver datt út í? Út í sjóin eða ána eða vatnið eða eitthvað svoleiðis. Okay. Og þá er þetta bara tekið svona. Maður bara tekur bandið úr pókanum. Það borgar sig yfirleitt. Taka bara bandið allt saman úr pókanum. Taka allt bandið úr pókanum. Svona sko. Og svo bara gerum við... Nú er það svo mikið að flýta mér. Já, nú ertu að flýta. Eða ekki? Ég er að fara að bjarga einhverjum. Nú ertu að flýta alveg á fullu. Alveg á fullu, sko. Alveg á milljón. Já. Svona. Og þá bara leggur þú pókan frá þér. Skutlar það maður þarf bara að passa sig að standa á endanum eða láta einhvern halda í pókan eða eitthvað, þannig að maður hendi ekki öllu. Já. Og svo er þessu bara sveiflað og það er best að sveifla þessu bara svona í hringi. Já. Bara svona. Já. Og svo bara kasta. Og kasta út. Kasta út. Og viðkomandi sem er kannski orðinn eitthvað þrekaður út í vatninu? Já, þá er þetta bara smá lykkja sem að maður bara setur svona utan um sig. Já. Og best er náttúrulega að herða hérna að,
svona, en ef það næst ekki, þá bara tósa í land. Þannig ef þú í björgunarmaðurinn hérna, þá ert þú bara að tósa mig hérna og ég flýt bara svona. En þú ert bara út í sjó og veist ekki neitt. Nei. Og hvernig veistu þú að skutla þessu svona yfir þig? Já, það segir svona eiginlega sjálft, þetta svona lykkja, sko. Já, fólk bara grípur þetta og... Já, og bara eða grípur þá í þetta og maður kallar eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, gerir eitthvað svona og sýnir og, Já, eitthvað þessu það. Það nú, sko, þetta sjaldnast nefn í 10-20 metra fjallað, sko. Og þetta verður til þess að þetta flýtur? Þetta flýtur, þetta bara flotholt. Já, svolítið þungt. Veistu það? Já, ég bara svona held ég. Já, þú bara þetta að fara í ræktina. Já, ég var gaman til að lesa Landsbjörgu. Já, nei, ef maður komin hérna í svona sveiflu hérna, þá bara sveiflast þetta svolítið að sjálfu sér. Þetta bara svona træðulögmálið, sko. Má ég prófa? Prófaðu. En það nefnilega sko annað sem ég held þá hér. Þú heldur svona. Eins og þú. Já, haldur með hægri hendi í beltið. Svona. Og svo sveiflar þú bara. Og svo bara sveifla ég svona. Já. Og skutlis út. Og það þarf pottþétt náttúrulega 3, 4, 5 tilraunir að hitta nálægt viðkomandi og eitthvað svona. En kosturinn til dæmis við þetta umfram til dæmis bjarghring, að bjarghringin eru harðari, þannig að ef maður er svo óheppinn að hitta beint á viðkomandi, getur maður nú bara meitt. Og þetta svona þægilegra meðhöndlunar, má segja. En þetta lendir bara hausnum á? Já, það á nú ekki að gera neitt. Þetta bara svona svampur, harður svampur, sko. Önnur spurning, ef að viðkomandi meðvitundarlaus? Já. Á ég að setja á mig og senda út? Sko, maður á náttúrulega aldrei, maður er alltaf að tryggja einhvað slys gerist að tryggja eigið öryggi og annarra. Já. Það rosalega erfitt að segja til það sem maður viti aðstæður. Reynisfjörur líklega nei, kannski einhverju minni ámiða vötnum, mögulega, en það verður bara alveg að ráðast að veðri, öldugangi og aðstæðum. Talandi Reynisfjörur, ég er nokkuð viss að það er eitt svona, verður eitt svona þar. LC2. Það er 2. Það er eitt búið að vera í 2-3 ár. Já. Og einu bætt við í vetur. Alveg eins og þessi? Já. Hefur það verið þá mikið notað? Veit það ekki. Nei. Hvort það hefur eitthvað verið notað. Reynisfjara er náttúrulega mjög erfið. Það er náttúrulega sogið út strax þannig að viðkomandi þarf að vera mjög snöggur, sko. Já, já. Það er nú með svona erfiðar í stöðum þar sem svona fjörur á suðurströndinni, það eru erfiðar. Já. Og þetta er sem sagt bara þá náttúrulega dreift all land og er þetta komið upp sem sagt 100 stykki? Byrjaði að setja þetta upp, neður ekki komin upp. Þetta verður gert hægt og rólega í sumar, það er komið upp 1 við Jökulsárlóan, fara nokkur í viðbót, þetta er að fara við Þingvallavatn, þetta er að fara nokkra brýr bara á hringveginum sem fólk að stoppa svona við áningarstaði vegagerðarinnar. Akkurat. Og Sjóvá er að klára myndband, þannig að við komum til að vera með myndband á vefmiðlum og svona sína notkunna aðeins á þessu. Já, og hvernig maður getur æft sveifluna kannski. Já, hvernig getur svona aðeins eftir. Já. En þetta á nú að takast í 3, 4, 5 tilraunum. Akkurat, og þetta er heil langt. Já, þetta er yfir 20 metrar. Já. Það er fáið sér ná að kasta svo langt, hugsa ég, sko, þannig að bandið dugar alveg. Já, akkurat. En er þá sko, en bandið klárast ekkert, sko, að því það er ekkert fast við neitt? Já, maður þarf að halda í það, sko, maður passa að segja á því. Maður þarf bara að halda í það, já. Sko, stíga á pokan eða láta einhvern halda í pokan. Já, einmitt. Bandið er bundið í pokan, sko. Og svo svona, ef í verstafalli þá eru hérna leiðbeiningar í 3 liðum. Það eru bara 3 liðum á 2 tungumálum og sýnt hérna með mynd, þannig að ég hugsa nú að... Já, við hljótum, ef maður getur yfir höfuð ferðast, þá getur maður skilið þetta. Ef maður kemur sér á staðinn þar sem beltið er, þá held ég að maður hljóti að geta nota beltið. Já, akkurat. Þetta er semst það nýjasta í sumar. Þetta er nýtt verkefni í sumar, já. Nýtt verkefni í sumar. Eitthvað fleira sem að þú vilt kannski segja frá svona landsmönnum þegar að... Nei, við bara, þú veist, auðvitað hvetjum alla til að ferðast eins mikið og hægt er, en bara sýna ábyrg og góða ferðahegðun. Góð regla skilja eftir ferðaáætlun, sérstaklega því minni sem hópar eru. Það er hægt að gera á safetravel.is og það meiri sér að velja vöktun, þannig ef þú verður að labba einu á Esjunni í kvöld, sem þú átt náttúrulega ekki að gera, þá getur þú sagt ég ætla að koma tilbaka 10, eða þú ert ekki búin að senda SMS fyrir 10, þá fyrir við að kanna með þig. Já, ég skil. Þannig að ferðaáætlunin er svona á að vera alltaf fyrsta skrefið í undirbúningnum. Eitt varandi sko gistiheimilin og hótelin og það allt saman, að er ekki gott samstarf við þessa aðila að þeir láti sína gesti vita? Jú, og við erum með svona spjöld handa þeim, svona harmoníku spjöld sem við erum á gististöðum, við erum á yfir 200 stöðum sem eru svona nokkra reglur umgengni náttúruna og hvernig þú átt að ferðast á ábyrgan hátt og linkurinn á 112 appið og svo framvegis. Þannig að það er gott samstarf við ferðaþjónustuna, það vantar ekki, það vilja allir hafa þetta faglegt og öruggt og öllum gangi vel. Já. Það náttúrulega er markmið, býst í fastlega við sumar að fækka slysum. Hafið þið sett einhver töluleg markmið, einhver svona mælanleg með lögreglunni kannski? Við getum það ekki vegna þess að við vitum ekki nákvæmlega fjölda slysa. Það er ekki sérstaklega haldið utanumhaldið hjá Slysaskráningu Íslands. Nei.
Þannig við getum ekki séð þetta nákvæmlega. Við höfum eins og sterkar vísbendingar en getum ekki séð þetta nákvæmlega því miður. En þið náttúrulega eru mjög nánu samstarfi við lögregluna og það er nú stundum sagt að þið séu nú svona eiginlega bara svona viðbótar lögregla stundum af því að lögreglan þarf ekki að fara af staðinn ef þið eru komin stundum. Nei, við erum náttúrulega ekki lögregla og sinnum ekki löggæslu eða eftirliti eða neinu slíku en þegar við erum í leit eða björgun þá erum við umboðið lögreglu og þeir bera lagalega ábyrgð og raunverulega stýra verkefninu þannig séð. Við stýrum okkar fólki og sjáum með svona kallaða tæknilega stjórnun en við erum í miklu samstarfi við lögregluna og bæði varðandi hálendisvatninu og varðandi útköll. Þetta er orðið alveg samtvinnað eftir öll þessi ár. Menn þekkjast vel og hafa unnið oft saman og þetta rúllar næstu undantekningarlaust bara mjög vel eins vel og hægt er. Ég fór á heimasíðan ykkar áðan og sá að þið að lýsa eftir bakvörðum? Bakvörðum, já. Já, ég hugsa er það að lýsa eftir hérna björgunarsveitarmönnum en þið eru að biðja stuðning annars konar? Já, bakvörður eru orðin stærsta björgunarsveit landsins, ég held séu 12 eða 13.000 og þetta eru sem sagt bakvörður eru okkar bakhjarlar, eru bara að leggja fjárframlag hverju mánuði kreditkortið frá nokkur hundruð krónum, kannski upp í 2-3.000 krónur. Og þessi peningur gefur okkur kleift að halda úti svona starfi. Kaupa svona? Já, halda úti slysavarnastarfi og forvarnastarfi. Gefur okkur kleift að láta björgunarsveita virka, halda námskeið fyrir fólki okkar og geta klárað útköll með sóma. Já. Ég meina við erum stundum að tala útköll sem koma 500-600 manns að og taka 3-4-5 daga. Ég har ekkert smarað. Það kemur með nokkur ára millibili. Þannig að bakhjarlarnir eru sannarlega bakhjarlar. Hvað getur þú svona að gefa okkur einhverja hugmyndum hversu mikil sjálfboðavinna er þetta hjá björgunarsveitarmönnunum? Er einhver mælikvarði svona á það? Já, fólk er að gefa mikið. Höldum utan skráningu og þetta er kannski frá tugum klukkstund ári upp í svona 500-600 klukkstundir ári. Eitthvað svoleiðis. Einmitt. En við biðjum að sjálfsögðu fólk að fara varlega og fara eftir öllum leiðbeiningum og gæti tekið einhverja mínútur, einhvern tíma frá manni að kynna sér málin. Það er betra semst að koma á áfangastað seint en aldrei, er það ekki? Það er klárlega betra. Já, Jónas, takk kærlega fyrir komuna og hér á eftir, slysavarnar fulltrúi ferðamanna hjá Landsbjörgu, en hér á eftir tekur Sigurjón M. Egilsson við og Þjóðbrautin heldur áfram.